Komið sæl og verið velkomin á ljóðadjammið við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komin 3 ljóðskáld. Góð ljóðskáld, það Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld og dansari, Halla Þórðardóttir, dansari og ljóðskáld og Þórunn Valdimarsdóttir, ljóðskáld og dansari og sakfræðingur og rithöfundur. Já, þeir nú með svona ýmsa titla. Af því að þetta eru hérna svona, hvað íslenska orðið við blind date, svona óvissu stefnumót eða hvað heitir það? Blind stefnumót? Já, bara blind date. Blind date á íslensku, já, hérna við Rauðaborðið svona óvissu stefnumót ljóðskálda og við fórum samt að pæli hvað þið ættu sameiginlegt annað en að vera nýbúin að gefa út fallegar ljóðabækur, að það væri þessi dans, að því þú ert dansari sko, raunverulega, já, það þitt, raunverulega, já, það þitt fag sko, en þið hin eruð kannski engu síðri samt dansarar, jú, allt öðru dansarar, já. Já, það heilmikið dans í þessari bók sem ég var að gefa út og það lest 2 línur af Kápunökku. Ég söng fyrir þig í sturtunni, dansaði og söng. Og ég hef stundum sagt að struktúrinn í bókinni má á einhvern hátt túlka sem hringdans, þar sem að ljóðin haldast í hendur og já, stigadans. Það flott. Svo ég bara þig að koma líka sem ritstjóri tímarits sem eiginlega ekki nógu margir vita tímaritið Són. Já, þá ég reyndar ekki ritstjóri, ég formaður útgáfustjórnari eða stjórnar félagsins sem gefur þetta tímarit út. Það hefur komið út í 22 ár, þetta hefti 22. Og það gefið út af óðfræði félaginu Bofn sem félag áhuga fólks skáldskaparfræði og ljóðlist og stefnan það eina stefna þess félags að halda málþing óðfræði og skáldskap og gefa út þetta tímarit sem að snýst fjallar ljóðlist skáldskap og það eru bæði ritrýndar greinar í þessu fornan og nýjan skáldskap. Mikið af ljóðum og sumt að birtast hér sem að ég fullir það myndir hvergi fá aðgang annars staðar en mjög athyglisvert. Og síðan sem að nú við auglýsum mest núna á síðustu árum hefur verið reynt að auka umfjöllunum nýútkomna ljóðabækur og ég held að sé hátt í 30 ritdómar í þessu hefti og vonandi verða þeir fleiri á næsta ári en stefnan í heildina að reyna að vekja aftur til lífsins einhverja bókmennta umræðu hérna á Íslandi sem að hefur aðeins stofnað á seinni árum en full þörf á að fara eftir í ganga því að við sem höfum áhuga á þessu við viljum sífellt alla daga dag út og dag inn tala ljóð og ekkert annað. Já, en líka bara almenn bókmenntaumfjöllun náttúrulega orðin svolítið bara lítil en þó einhver, en mér fannst svo alveg merkilegt að sjá þarna í lok þessa heftis sem sagt umsagnir eiginlega bara allar nýútkomnar ekki allar, en allavega mjög stóran hluta nýútkominna ljóðabóka. Já, ég veit ekki alveg hvað kom át margar ljóðabækur í ár, en í fyrra var hátt í 90. Þannig að það nú erfitt að ná því öllu, og það mikið ennþá sem liggur komast ekki hér inn, en þetta byrjun og við höldum þessu áfram, og svo náttúrulega geta þess að ritstjóri þessa tímarits Sofía Auður Birgisdóttir og stýrið sem miklu glans tók við í fyrra með sitt fyrsta hefti og það skemmtilega að hún tók upp þá nýbreytni að hafa forsíðumynd hvers heftis
alltaf eftir skáld sem líka myndlistamæður og það vill svo skemmtilega til að á hefti ársins mynd eftir myndlistarkonuna Þórunni Valdimarsdóttir skáldi sem að situr hérna. En skemmtilegt. Gaman að því. Vá, falleg mynd. Já, fallega alveg bara einstaklega flott. Það vill reynda svo til að ég með þess að mynd upp og vekka hjá mér og aðra eftir hana sem margir þekkja alveg óborganleg sem myndin hennar af Sleipni sem leið einhvers svona táknind skáldskapar eins segi ég alltaf. Já, ég líka með hann upp á vekk hjá mér. Svona, það gæðamerki líklega, eða svona það gott að happa fengur að vera með hana upp á vekk hjá sér. Ert þú með hann upp á vekk hjá þér? Nei, ég þekka reynilega bæta úr því. Já, en vissir þú tímaritið Són, hefur þú séð til umsökunum þína bók þar? Ég var að sjá hana bara núna hérna fyrir framann. Já, hugsa sér. Við beðum til að koma hérna inn. Ég vissi af þessu tímariti bara núna í haust og í gegnum vin minn sem að skrifaði einhverjum umfyllurnir þarna inn, hann Þorvald. Já. Ég frétta af þessu í gegnum hann. En svo bara þurfa fleiri að heyra af þessu og hérna við ætlum að reyna að fara í svolítið átak eftir áramótin og í byrjun næsta árs að reyna að auglýsa þetta betur og fá fleiri til liðs við okkur og það vantar að senda í Eymundsson. Já, er kynningadeildin hjá okkur kannski, þetta er svo óbúslega metnaðfullt og þetta maður lítur bara öll þessi ár 20, þetta er einhvern smávegis magn af vönduðum og flottum skrifum hann í þessu, en það er kannski eins og það sé aðeins minna púslagt í markaðssetningu og það reyndar við lendum í skemmtilegum vandræðum núna í haust, þess vegna vantar þetta Eymundsson að það bara var svo mikil eftirspurn að það kláraðist þurfti að fara í prenta fleiri eintök og þau eru að detta inn núna bara í þessari viku og það nú gaman þegar maður lendir í svoleiðis. Það er svona einhver ljóða stemning búin að vera á landinu í nokkur ár það ekki má segja, eða nokkur aldur kannski. Já, og ánægilegt að fólki fara að yrkja alls konar ljóð, líka hefðbundið og út í nýja bragarhætti og það er miklu frjálsara, það var svo mikið snobb, allir þurfti að gera eitthvað ljóð og ég var svo glöð þegar maður sá að það voru að trukkast upp hérna virðulegi menn og hann held þetta út og þá var hann eldi hérna allan tíman og Valdimar Þórsson að sko bara alltaf fleiri og fleiri fóra líka því að þetta er svo ótrúlega rytmist og merkilegt hefðbundna kvæðaformið okkar. Já, kveða, þetta átti alltaf að vera auðvitað sungið. Já. Kveðið. Sko, mér langar mjög mikið til að biðja ykkur að lesa ef þeir eru til í það, lesa fyrir hlustendur og áhorfendur svona inn að því við erum nú aðvendunni. Ekkert endilega eitthvað jólalegt en ég veit að hérna þú Þórunn ert með dálítið Grýlu sirpu. Viltu heyra Grýlu ljóð? Verður til ég að byrja því og svo hérna langar með að biðja ykkur líka að segja ykkur bara svona aðeins frá bókunum ykkar kannski. Ég er líka með alls konar atómljóð en það brösti gegn hérna ritminn að því ég átti ömmu sem talaði kvæðum og kom böndur undafyrði og talaði bara í kvæðskap og líka hávamál smá og svona þannig að þetta fór svo inn í mig pínu litla og svo í afríska dansinum þá er líka ritmi sem er bara sá sami og í kveðan og í hefðbundum kveðskap og þá vaknaði líka sko gamli ritminn íslenski og svo var ég alltaf að rekja systkini mín með Grýlu og ég var líka lék Grýlu á leik upp á Róló undir hérna rennibrautinni og þannig að ég var alltaf heillast að skessum og þannig að þetta er svona samstöðuljóð með skessu kvæði og þetta er hefðbundið heitir skessuríma og ég mæli fyrir munn skessunar
Skessuríma frekjast fram, miðjumóð, það mikið skróð, mussu, klessu, frussu, svoð, nammi, namm og krossa, kram, kingi, pingi, klaufa, dram. Laufa líkur lánu fljótt, skipast veður, skipast skjótt, lingið á sinn laufa bing, mín tunga mikið sling, mullið mjúkt í ljóða gring. Suppu, kruppu, krakka, krútt, kondað éta barnið mjúkt, mild mjöðm og glætan gleið, á beinum smám ei hvoftin meið, mikið syngja ljótt, þeir svörtu á hólum. Ljót læðan lofti í, löngum syngur hí, hí, hí. Blóð í vikum vætlar nóg, hó, hó, hó og svarta snjó, sósan sæt úr drullum ó. Ét í nótt einn mætan mann, hafsur liði heiti hann, feitur nóg og frussu fól, feikir grenji mitt ból, kyrr mjúkt fær ósjúkt mitt magaskjól. Hjörtur blundar fram í búr, blíður býður vænn óklúr, á sunnudag vil sjóða hann, þann sönglagsmann, leika ljúft og blítt við skalla, ég svo fingur einn, svo tvo, svo alla. Mæðan skessur mýkir ei, sólin hækkar með sitt svei, ljósmenn glenna dag sem nátt, þá silki myrkurs hafið, blátt með stjörnudansinn hætta mun að skína, dimman hrafn fína. Þá þor ég ekki út á hól, brennir birtan ekkert skjól, pínust svöng hvern langan dag, aldrei nótt og aldrei lag, út að fara og fanga kjötrir fól, sem hlaupa hér á fjöllum. Niður í sveitum feitir æ, nenna ekki burt frá bæ, fussum fokk, nú hjálpi tröllum öllum, hér og þar á lífsins völlum. Klapp, klapp. Þetta alveg svakalega skessu flutningur líka svona. Það verður. Því að orðið sko hrynjandi einhvern veginn kemur að því að hrynja, það eitthvað hrun í því ekki? Þetta er ekki geggjað, að gott að láta þetta ekki tínast. Þetta er rosalega gott. Ána með mig. Og svo það líka skessutími núna sko, já, grílu svangar og það er myrkur núna, nú er gaman. Ég meina það er gaman hjá þeim sko. Það er sumarið sko, það er erfitt. Er einhver svona skessu óhugnaður í þinni bók? Kannski ekki mikill óhugnaður. En að því að þið voru að tala dans og hrynjanda, þá hafa margir sagt sko við mig að það sé mikill dans. Ég veit ekki hvort þið bara veit ekki hvort þið hvað annað þið að segja því að ég er dansari og kannski bara svona falla á það einhvern veginn. En já, það er alveg hrynjandi og það er vissulega taktur mér þótt að sé ekki hefðbundið kannski. Og ert þú sko búin að æfa þig mikið núna þetta er þín fyrsta bók, ekki? Já, þetta er fyrsta bókin. Og ertu búin að fara víða og svona æfa þig í þessum upplestri? Já, ég las nokkur sinnum upp svona þegar hún var nýkominu út, en svo eru nokkra vikur sem ég hef ekkert lesið upp og þannig að mér liði bara eins og ég sé að byrjunarreitt. Því það er svolítið annað, það er náttúrulega eitt að skrifa ljóð og gefa út bók og svo er annað að að master og tala ekki um að fara bara út í svona eins og gjörningalist eiginlega, já. Og mér finnst svona, ég hugsa, já, kunni þetta, því ég vinn sem dansari og ég er búin að vinna sem dansari yfir áratug svona. En þetta er allt öðruvísi. Þetta er annars eðlis, finnst mér en það. Svo er þetta líka svo afhjúpandi einhvern veginn, svona berskjaldandi að lesa blöðin sín. Já. En finnst þér þá, heldur þú geti kannski í framtíðin einmitt verið svona eins og hreyfingu meira, kannski verið með sko hljóðnema á þér eða eitthvað svoleiðis, þannig að þú já, ég veit. Þetta er inn í performance. Bara semja dansverk við hverja ljóðabók. Já. Það veri. En ertu til í að lesa? Nú erum við búin að setja smugla pressu á og við erum svona eins og í dómarasættinu hvernig þér tekst til. Nei, nú þarf ég að vanda mig sko.
Ég ætla að lesa bara, þetta í köflum, ég ætla að lesa einn lítinn kafla hérna. Örður af mennsku, hjúfrast í líkama, svífa í anda, dreifast frá miðju, leysast upp á jöðrum, viðkvamar í kjarna. Horfi upp gegnum himnu, lag eftir lag, upp í útmáðan himinn, móða af bláu og hvítu og svörtu og lausu lofti, trekkur milli hæða í mér, næðir í eyrum, skellir hurðum. Að neðan berst sláttur, djúpur titringur, upp í iljar, síjast af botni, upp hæð, gegnum himnur og aftur himnur, upp í líkama. Hjartað tifar eftir slættinum að neðan, tínar kona innan skinnmarka sinna. Lítið aðgengi, flókin nálgun, fyrst fá far í hljóði, næst ganga lengi, þreytast leita á jörðu, láta sér vaksa vangi, svífa hljóðalaust á fjaðurprýtum herðablöðum. Leita úr lofti, velbúin sængur mjúkum orðum, blíðum augum, engar snöggar hreyfingar. Fundin þá til að nálgast, á bomsum stökkva af þúfu á þúfu, varast mýrar og dý sem fela sig undir stráum með opna munna til að gleypa bomsu fót og allt honum ofan tengt. Draga í blautt blindandi djúpið, draga inn að kjarna. Lenda loka stökkið, úr kápu, úr brjóstum, úr rifjum, sína hjartað, bíða merkis, það verður óskýrt, ég lofa. Hlusta á andan minn, snerta andan þinn. Leysa gátu, losa hnúta, nýta kaðal, klóra sundur himnu, síga gegnum lög, leita þéttingar einda sem saman mynda konu í sér miðri. Gæta þess að sundra mér ekki. Takk fyrir. Og þetta ljóðabókin heitir Sólin hringur og þú heitir Halla Þórðardóttir og áður las Þórunn Valdimarsdóttir úr bók sinni Fagur boðar. Af því að það dálítið verið að biðja okkur hérna um það að fyrir það sem byrja að hlusta á okkur í útvarpinu og sjá ekki Já. Að þá hérna af og til svona minna á það hverjir að tala og þá það nú næstur hann Anton Helgi sem með númer hvað þessi ljóðabók hjá þér veistu númer hvað hún í þinni röð í röð þinna bóka? Nei, það ekkert að marka svoleiðis talningu Þetta ekki keppni en bara Nei, ég fatt eiginlega ekki hvað mikið gert upp úr því. Ljóðabók númer 4, 5, 6 eða 10 eitthvað svona og sérstaklega ekki vegna þess að ég hef lagt mikið upp úr því á svona síðustu árum að ég birti mikið af ljóðum á samfélagsmiðlum og svo ég með vefsíðu líka þar sem að það lang stærsta ljóðabókin mín og þar mikið efni sem hvergi hefur nokkuð staðar komið á prenti annar staðar þannig að þetta með að telja alltaf bækur það svolítið úrælt svolítið gamaldags en þessi bók kom út í ár og heitir Ég hugsa mig, nokkur ljóð og sagnir og hún gæti eiginlega ekki verið á vefnum þetta svona prentgripur sem að þarf eiginlega vera í þessu formi svolítið til þess að hún virki held ég og því hún fallega myndskreytt Já, mjög fallega myndskreytt vinkona mín og Sossa hún gerði myndir hérna sem eru víða í bókinu og Emilía Ragnarsdóttir hönnuður lék sér með þetta og bjóð til þennan leik með bókina og virkilega gaman og finnst mér og mörgum öðrum að halda á henni mjúk áferð og annað slíkt þannig að hún gefur hérna bara áferðin á bókinni gefur svona tilfinningu sem að hjálpa honum að sé vel á veg. Já, mér finnst það líka því að það svona samspilið dálítið, myndefnið og að það áframhald, myndirnar einhvern veginn halda áfram á næstu síðum. Og þetta svona ljóðabálkur þannig að þau tengjast öll ljóðin í gegnum þetta
það má segja kannski svona kjarnin í þessu hugsununni snýst kannski pælingar kringum þörfin að tilheyra með ýmsu móti og inn í það kemur bara samskipti hvar tilheyri ég, hverju tilheyri ég, þér, okkur öllum. Þannig að þetta svona það að vera í hóp eða tilheyra ástinni þarfættu gottunum. Og höfunda vera í hópi höfunda, hópi annara höfunda á Íslandi. Það er svo virkilega skemmtilegur hópur. Tilheyri ég hópi ljóðskálda? Já, ég geri það hér í þetta góða borð í dag, Það er ekkert samt svo oft sem að höfundar koma saman, furðulegt nokk sko. Þetta er ekki stétt sem að safnast mikið svona í saman og myndar hópa mikið eða hvað? Það er nú mikið töluvert upplestara hefur verið á síðustu árum og það er hittast skáld náttúrulega mjög mikið sko. Mest gaman maður svo heppinn að fara út á land. Þá hrærist vel saman hópurinn. Þegar maður búið í, hvað þá, Austurlands hræðlistin. Já, einmitt. Var í marga daga, það er geggjað. Fylgdist með því. En ég minni á sko að það hefur verið í nokkur ár núna fastir viðburðir sem eru svona undir hatti Reykjavíkur bókmenntaborgar. Þar sem að hefur verið upplestarar núna í Mengi voru áður í Gröndalshúsi og bara ég held sem minnst hvert einu sinni í mánuði hálfsmánaði fresti og það skemmtilega við það að það eru bæði sérstaklega við upplestara sem að þær hafa verið að skipuleggja svikaskáldahópurinn blanda saman ungum skáldum og eldri skáldum og svo annar hópur sem að stendur fyrir upplesturum þar sem að blanda af íslenskumælandi skáldum og skáldum sem búa hér og yrkja á alls konar tungumálum. Alveg rétt. Þetta bara alveg vitleysa hjá mér að ljóðskáldur séu ekki að safna saman sko og rithöfundar. En svo það náttúrulega klíkurnar líka fyrir utan allt. Já, fyrir utan. En þetta eitthvað sem að að því að nú ég bara svona á seinustu árum fann að taka eftir þessum kvöldum í Mengi og allt þetta, þannig að þetta frekar nýtt, það ekki? Það svona... Jú, þetta nokkur ára gamalt bara, þetta var líka í kringum Valgerður Vala Bjarnadóttir var með Partuspress og hún, ég held að það hefði byrjað svolítið í kringum Partuspress, þessi mikla að tengja eiginlega ljóðlistina svona mikið við gjörningarna og upplesturinn og meðganguljóð og hún og Kári Túlinus voru með það. Jú, og svo áður auðvitað Níhil, og Níhil þar á undan. Þá oft kemur svona einmitt líf þegar kemur einhver svona hópur sko. Getum við höfum aftur til síðustu aldamóta, það rétt fyrir aldamóti en þá voru tveir hópar Níhil og Nikur svona svolítið ólíkir en það var mikið líf í kringum báða þessa hópa. Stuður ekkert nýtt sko. Þannig ljóðadjamið. Það er merkilega við ljóðið þess að það eru svona alls konar fólk út í bæjar ofta að lýsa yfir dauða ljósins sko. Svo kemur fullt af ungu fólki sem enginn bað og það fara að yrkja ljóð og gefur út góða bækur. Já, það kemur alltaf óvart sko. En það ég held að það sé svolítið rétt hjá þér að það var eitthvað pínulítið kannski pása sem maður hafði tilfinningur allavega að þegar að byrjuði að vera þessi svona... Það er kannski akkurat þegar ég byrja að fylgjast með að þá pásan og síðan allt inn blossar upp. Kom náttúrulega lömun með hruninu og svo með COVID. Við höfum orðið fyrir svona djúpum áföllum sem þjóð. Ljóð og þjóð, sem ljóð og sem þjóð. Já. Og svo hinn heimurinn, sko, gamli heimurinn, allir hagyrðingarnir út allt land sem halda sín hagyrðingamót og ég veit ekki hvað og hvað. Alveg rétt. Og það eru hópar, það til hópar af fólki sem að hittast, eldra fólki reyndar, bara reglulega til að lesa saman ljóð. Já. Já, það skiptir máli. Já. Þetta eiginlega bara, mikilvægara svona í þjóðarsalunni en maður kannski hefur átt að segja þetta, ekki, af því ég tengi nú oft sko ljóð að vera bara einn að lesa ljóð og tengjast einhvern veginn ljóðum
fyrir algjöru einrúmi, en þetta er allt annars konar reynsla og algeng kannski á Íslandi. Ég held að sé að hérna það eru mikið fleiri viðburðir alls konar sem að snúast ljóð heldur en við gerum eitthvað grein fyrir. Þetta fyrir ekki hátt og það er stundum er maður beðin að koma og lesa eitthvað í einhverju litlu samkvæmi og það eru 5 eða 3. Þannig að það verður ekki frétt, það verður aldrei frétt nema að koma 268. Og allir karlaklúbarnir og kærlingaklúbarnir sem beðum mann að koma og allir hættir að borga. En þetta er á fleiri stöðum og það er fleira fólk en við gerum okkur grein fyrir sem að hlustar eftir ljóðum og átil að grípa í bækur. En að því þú ert aðeins með hennar nöldurtón, Þórunn, ég verið að stökkva, upplifir þú að þú séstur eins og orðin eins og ljóðatrúður, Hallgerður, svona? Nei. Eða svona, þú ert örlát svona og mætir víða, kauplaust. Ég var fegin að vera með, að því að bókin kom út í júní, skiljiru. Og svo er ég og fleiri, Hallgrímur Helgason er búin að vera út allt og hann var bara að tala það á fjesu. Hvaðan, að 3 vettvöngum, hann er myndlistarmaður, rithöfundur, svo var hann líka leikhúsið og líka sýning í Danmörku, en hann var bara alveg uppgefinn. Þá var ég svo mikið kvikind að segja, er þetta ekki bara ellipanik? Af því að ég uppliða mig sjálfur mér, að vera með myndlistarsýningu, gefa 2 bækur og halda 600.000 króna ammæli iðn og 70-sammæli. Ég gat sagt þetta við Hallgríma því ég var að sálgreina sjálfa mig að ég var komin með ellipanik. Ég ætla ekki að láta henda mér út í ruslið, skilu. Þá verður maður svona fíleldur. En þetta er náttúrulega samt eins og höfundar tala oft það að hvað þetta er skrítið að vera eins og fyrir jólin, að vera, höfundar eru dálítið á þeysingi, að lesa upp víða og fá oft ekkert neitt fyrir það, sko, að því að þá er það einhvern veginn í því ljósi að það sé svo gott fyrir ljóðskáldana að kynna sig og höfundana. En það verður döðu tími, maður getur volítið annað gert. Af því maður fær þreytu, maður getur ekki einbætt sér og sögt sér hún í eitthvað ritverk eða eitthvað sem maður er að gera. Svo ég var í baráttu með Kristi Rómars og Vigdísi Grímst þegar Jóhann Páll var hjá Málamenningu, það var stórt forlag. Þá fórum við 3 bara svona litla réttindabördu og hann borgaði okkur 30.000 á mánuði, en 30.000 eingreiðslu fyrir að alltaf upplestra álagið. Og þetta var í nokkur ár, og svo var annað að ég líka tók að mér persónlega að minna rithöfundasambandi á við erum með texta og þau ætti að minna og gráða á þessum árstíma og það tókst og hún er enn að minna á það, en þetta gengur í bylgjum eins og allt hitt. Og það er kannski ekkert skemmtilegsta sem maður gerir að mæta í einhverjum kallaklúbbi og maður að fá einhverju rosalega luxus í laun sem er að fá máltíð og maður er ekkert svangur þegar maður er að selja sig útglennir í og trúðslutverkinu eða hvað sem það heitir. Maður verður einhvern veginn að reyna að hafa gaman að þessu en það er sem sagt. Þetta er alls ekki allra að fara svona og lesa, sko. Nei, það tekur svolítið á. Ég segi nú stundum, sko, að í stórum dráttum áskipta skáldum í 2 hópa. Það er annars kirkjuskáld og kráarskáld. Og kirkjuskáldin þau þurfa næði og hljóð og já, heyri sömn á linna detta, sko. En við kráarskáldin það þarf enginn að heyri okkur, við bara stöndum upp og í glasaglömnum og blöðrum eitthvað og rassakostum og bara ánað ef einhver býður upp á býður upp á kaffibolla eða glas. Já, eða glas það er nú mesta heiður sem að mér hefur hlotnast ljóðskáld að fá bjórglasið, það er einhver flottustu bókmenntaverðlaun sem þetta er að fá. Er það verðlaun eftir að djóka? Þegar maður er á barnum einhver staðar og einhver kemur að segja ég þarf ekki gefa þér öll litli verðlaunin. Ég hef einu sem fengi hvítvínsflaskuna. Það var mjög gaman, það var bara allt í einu kom sendill heim á tröppu til mín með
hvítvínsflösku frá manni sem var að lesa ljóðabók eftir mig var svona hrifinn. Það er nú fallegt. Það gerist ekki betur en þetta. Peningar, þeir hverfa en ekki svona tilfinningar. Vilt þú lesa eitt ljóð fyrir okkur? Eins og ég segi, hérna þessi bók hverfist svona svolítið það að hérna pælingar í kringum það að tilheyra. Ég hlustaði á sunnanfuglinn, tísta í garðinum eftir að dagskrá síðdegisvindana lauk. Mér langaði til að trúa honum fyrir nafni mínu og spyrja hvaða merkingu hefur líf mitt. Það hæfir mér vel að eiga fugl að vini. Ég læst vita hvað hann hugsar. Líf hefur bara eina merkingu. Líf merkir líf með öðrum. Merkir að tilheyra, lifa. Veistu að lifa merkir að lifa og umbreytast að vild með öðrum. Held ég. Takk fyrir. Þetta er alveg, en ég hugsaði nú, þú ert nú svolítið kannski, geti verið líka í kirkju, mér er nú alveg, maður er ekkert að gaspra neitt þegar þú byrjar að lesa. Ok. En maður ekki stundum í kirkju og stundum á krá. Jú, sem eru kannski þannig. Jú, ég hef nú lesið upp í kirkjum líka. Og það merkilega, ég verð að segja frá því, núna merkilega gerðist í sumar, ég fekk skilaboð það að ég veitti að hlusta á messu í útvarpinu og hvað gerðist? Presturinn sem var sjálfur vígslubiskupinn í Skálholti, hann lagði út frá ljóði eftir undirritaðan í predikunni. Þetta er stórhættulegt og maður getur fara að hlusta meira á messur eða þetta. En þannig að ég á svolítið erfitt með að segja að ég sé ekki kirkjuskáld eftir það. Þannig að þú getur farið hvert sem er. En nú er myndverk á þínu Halla. Já. Og það er svona svolítið svipaði litir og þú teknar nú þína mynd sjálfur eða ekki, Þórunn, myndlistar, og teknar þú þína Já, ég gerir það líka. Nú, sko. Já, það er bara keimur í og þessu. Já, það tengist hérna alveg bara. Getur þið sýnt kannski myndavélinni bara ganni fyrir þá sem eru að horfa okkur í mynd? Já. Þannig að þú ert svona á mörgum síðum líka. Þú ert bara mörgum list. Ég er að þykjast ýmislegt. Og en getur þú eitthvað sagt okkur frá bókinni þinni svona? Já. Eins og ég sagði hann, það var svolítið svona taktur í henni og dans. En fyrir mig þá fjallar hún rosalega mikið að tengjast. Hvernig við tengjumst öðrum og hvernig við tengjumst umhverju okkar og hvernig við tengjumst okkur sjálfum og svona okkar innra lífi. Og hver hjúpurinn, og svona ég fjallar svolítið hjúpinn, það er mikill líkami í þessu. Náttúrulega ég er dansari þannig að líkaminn er mér mjög hugleikinn og það kemur mikið fram þarna hvernig, er að vera í þessum mennska líkama. En hvað kom þér á óvart þegar þú varst svona ferð úr einu listformi úr dansinum svona sem þú hefur dansað í mörg ár og stundaði mörg ár og fer svo að skrifa eða gefa út? Já. Er það eitthvað svona sem hefur komið þér á óvart við þá iðju? Sko ekki kannski beint við skrifin, en sko starfið mitt sem dansari, það er mjög þjónandi starf, þótt það sé mjög kreatíft líka, en maður er ofta að þjóna danshöfundum og hjálpa til að styðja þeirra listsköpun og þótt það sé vissulega sköpun í því líka, þá finnst mér þetta miklu nær mér að vera svona með sitt eigið orð á blaði, og svo sömuleiðis líka þá dansinn hann hverfur og þú getur ekkit, hann er bara list andartaksins, en að fá að halda á einhverju sem maður hefur gert, það er ótrúlega sérstök tilfinning og snerta og svona. Þannig að það er sko ekki ólíklegt að þú er eftir að gefa út eitthvað fleira svona. Ég vona það. Þú húkast á þetta. Já. Er þetta ekki svolítið
ávanabindandi að gefa út, að skrifa og gefa út? Maður festist í sko. Ég var komin í kennsluréttindi og þá var ég beðin að skrifa fyrstu Ágússon, ég var beðin að skrifa fyrstu 3 bækurnar mínar. Þá var ég eiginlega komin út á völlin og festist þar. En það einmitt svo fallegt að leika sér við fleiri listir af því að þetta sérfræðinga samfélag eitur og renessans að allir gera allt. Og við erum augu, eyru, munnurinn, það matagerða list og Guðbergur sagði þetta fyrir löngu, ég ætla nú að hætta að vera alltaf veitna einhver kall sagði þetta fyrir löngu. Nei, það vita allir að ef að lifnar einhver svona listrænt í barnið að kveikta á svo einhvern hátt og það móttakilegt af einhverjum djöðuna guðvit genum hvað það mjög flókið. Tilfinningarnir einfaldar, tilverum flókin, en það mjög mörg dæmi að við neyðumst öll til að velja eina list. Ég var komin upp í tónlistaskóla, ég ætlaði að læra að vera tónlistakennari þegar ég bara, þú veist, það var hlut og vetri áður en ég fór í sagnfræðina. En það eiginlega dálítið andstyggilegt að við neyðumst öll til að setja eina helvits trundu. En finnst þér að vera svona meiri renessans og svona endurreisn til dæmis á Íslandi núna heldur en var áður sko, einu sinni manni allavega var sagt þig hún sagnfræðingur og meiri það sagt svona hálf hissa hvað þú væri vandaður og hérna nákvæmur sagnfræðingur og eða vísindaleg manneskja en svo væru líka svona trillt ljóðskáld einhvern veginn og skáld sko, rithöfundur, þannig að já, eins og það var eitthvað skrítið að það rúmaðist í einni. Mér er svo gaman að ég tæki verið til að segja eitthvað andstyggilegt. Mér finnst listamenn miklu skemmtilegri en háskólafólk og þannig að þegar ég fór bara alltaf að skoða vini mína, þetta myndlistamenn, bestu vini mínir ég nú að alhæfa en það svona allt annar andi upp í háskóla það svo strangt enda og háskólar út úr kirkjum og eru með fullt af viðhorfum sem tóku í arf og þessi yfirvofandi dómur alltaf einhvern veginn að þú meir ekki segja eitthvað sko vitlaust sko, og oft svolítið eins og þú ert að segja þú ert að túlka þú ert að dansa jafnvel þá ertu sko að túlka annarra manna höfundaverk það eitthvað frelsi oft í listafólki hjá listafólki það er alltaf dásanlegt að gera eitthvað skapandi algjörlega og þú ert með sko 2 bækur í ár af því þú getur ekki svona hamið það var svo mikil ellipanik við erum ekki að læra þetta orð ellipanik hinn íslenska fyndni, ekki? Já, það var svaka gaman. Ég er búin að hafa gaman. Maður vælir og hefur gaman leið. En viltu fyrir lustendur svona segja nafnið á henni? Já, speillenska fyndni. Þetta alltaf að slá í gegn. Ég fylgdi ekki gefið út, þá fór ég til Bjarna Harðar sem bjargar bókum. Það er alltaf miklu fleiri, alveg eins og 14% á listamannlaun, það eru miklu fleiri í öllum listum sem vilja láta ljósið skína en komast að hjá, svona fá, þannig að maður verður líka að minna sig hvað maður er heppinn og farsæll, elskurnar mínar. Og það er alveg sama hvað fólk er að gera. Öll störf í samfélaginu, ef maður er að þjóna eða lætur gott að sér leiða, þá er það svo mikil hamingja, er það ekki? Tilveru réttur nær þessu. Mér finnst þessi bók íslensk fyndni vera ég held að þetta sé sko fyrsta skrefið á braut sem að fleiri eftir að fara inn á þessi aðferðin að skoða hvað er fyndið og hvers vegna annars slíkt sko það er mikið meira í þessu að það má halda lengi áfram til að skoða einmitt sko hvernig hugsaum við sem þjóð og höfum við hugsað og þar fættu gott þetta er mjög spennandi. Ætla, þú ertu góð í dag. Ég er bara opna búin að búa til nýtt sjónarhorn, það er nú svona svolítið það sem að kannski
Já, þetta litli speklar inn í horfið samfélag sem að allir fóru að skamma sín fyrir að þetta var svo sveit og þá held ég að það hafi komið. En sko, það sem að þú ert náttúrulega á sko friðarsvæði með því að sko vera að fjalla um það sem var, sko. Já. Að þú myndir heldur betur fá vopnin á þig og skítin ef þú væri að fjalla um það sem fyndið núna, sko. Því að þetta oft mjög viðkvæmt, sko. Draugarnir eru, þeir geta líka meitt mann. Nei, þeir eru betri heldur en lifandi fólk. Hefur tíma til þess að værið til ég að lesa eitthvað svona stutta ljóðabúta fyrir lesendur af því þetta svona aðventu stemning hjá okkur eða erum við með fullt af tíma en þá? Já, svona, við erum með svona smá tíma. Eða að gera eins og bjaka með 3 mínútur hver fyrst og svo aftur 3 mínútur. Já, ég getum gert það. Ég ætla samt ekki að taka tíman. Fast að byrja mig, ég komin á ekaflip? Já, eða sá sem fyrstur að finna ljóðið, því ég náttúrulega sitt ykkur í svolítið erfiða stellingar að bara velja ljóð til að lesa svona spontant. Ég búin að nú með þig, krakkar. Ég tilbúin meitt hérna. Já, gjörðu svo vel. Þá það Halla Þórðardóttir. Já, þetta síðasta ljóðið í bókinni. Seinna, þegar öll þessi óræðu kannski, orðin minningar sem kannski gerðust, eða skiptir það máli, og sólin hefur farið hring eftir hring svo oft að hún gleymi sér, og ég gleymi mér, og suma daga beið ég af mér, og suma daga nauti þess að renna fótum ofan í mýrar og renna saman við þær, sjá þær opnast nýjan heim, sem blautur heldur utanum mig og svæfir, og vakna svo í mjúku rúmi, vafin inn í hvít rúmfött með höfuðið á hvítum kotta, eða þetta ský, eða skiptir það máli? Það best að gleyma sér. Takk fyrir. Gott ráð fyrir inn í jólafríð, ekki? Ert þú tilbúið næst, Anton Helgi? Já, þessi bók algengasta orði í þessari bók er persónum fornafni ég, sko. Ég segi stundum þetta svona eins og tilbyrði sjálfsæfisögu, en þar sem kemur ekki bara fram sá eða svo sem segir söguna, heldur líka samferðafólkið, og þetta eru svona stundum eitthvað byggir á menningum mínum, en stundum tekið minningar vina minna eða ímynda mér hvað þeir hefðu ort. Og er ljóð sem að ég setti saman, sko, ég fór einu sinni var ég staddur í Lissabon á bílastæði með vinum mínum sem er látið núna, en var eitthvað hjartareinasti maður sem að ég hef þekkt, og hann trúði ekki neinu illu upp á nokkurt mann, og þegar við vorum staddir á bílastæðinu kom maður og bauð okkur til sölu demantsringa. Og hann keypti ring og ég nöldraði lengi í honum og hann sagði, nei, hann ekkert að svíkja mig, hann er svo fallega augu, sást ekki augun í honum. Og til heiðurs þessum vinum mínum orti ég þetta ljóð. Ég keypti demantsring á bílastæði í borginni Lissabon. Keypti fallegt bros og lokkandi augnaráð sölumanns. Iðulega dreymir mig réttu lottótölurnar, aldrei hlýt ég samt vinning, læt oft blekkjast, en aldrei af fallegu brosi, ég kann að meta þannig gersemi. Ljúðu að mér demantum, fjársjóði, brosi, ljúðu mig auðugri með fallegu brosi. Þetta svolítið svona með formálanum, þá þetta svolítið svona sláandi og maður velti fyrir sig hvernig hann hafi dáið, sko, hvort hann hafi dáið úr þessu vamleysi eða svona þessari trúgirni.
En ég ætla ekki að spyrja það. Maður bara velti því fyrir sér og þá velti maður líka fyrir sér oft sko þessu hvað hjálpar ljóðunum, sagt, hvað má segja og hvað hjálpar þeim að kynna það og einhvern veginn tala í kringum sem líka hluta af þessum gjörningi upplestrirum ofta að segja frá bókunum og segja frá ljóðunum og þá pælir maður í því ef það eitthvað sem opnar alveg ljóðið eins og mér fannst formálinn þinn gera af hverju var það þá ekki skrifað en það kannski einhvern veginn þá hefði það líka ekkert opnað ef það hefði verið skrifað með skálitri. Nei, en það náttúrulega sko þetta munun og sko þetta sko þó að margt til dæmis í þessari bók sé byggt á einhverju reynslu sem að komið frá mér eða öðrum þá náttúrulega mikið sem blanda á ýmsu og þetta skáldskapur og það það sem að skáldskapur gefur hann gefur leyfi fyrir okkur til að ímynda okkur og þér sem lesanda þá að taka við því hvernig sem Já, þannig að ég hefði alveg fengið þessa tilfinningu þótt að þú ekki verið með hennan. Já, eða þína upp á einhver aðra, og það náttúrulega skemmtilegt stundum lendir maður í því að maður heyrir fólk vera að leggja út af einhverju eftirmann og maður bara hugsa, ég hugsa þetta. Það það sem skáldskapur gefur. En við erum samt svona sem lesendur, held ég, svolítið sólgin í það að heyra í skáldunum svona tala finnst ykkur það ekki? Það svona áhugi á því samt ofta að heyra svona forsögur eða forsendur eða Jú og það getur verið gaman íbland eins og í þessu segja sögur í kringum þetta Sumir vilja sko alls ekki segja neitt líka eins og bara myndlistarfólk þannig vil alls ekki segja orð og finnst það skemma alltaf sko og hjá sumum einhvern veginn það eðlilegra svona blandaði sko skýringunum Þú nú svona að því þú fræðikona líka og þér finnst ekkert erfitt að vera eitthvað þér finnst ekkert skemma það sem þú segir á undan Maður bara þurft að berhátta sig að hluta vissu eins og þú sagðir áðan það viðkvæmt maður setur sjálfan sig og rithöfundar hafa alltaf ef við tala víðar en ljóðið á líka við ljóðið verði að reyna að opna skynheima finna nýja skynheima nema ný skynlönd og vera hvöss og gagnrýna og vinna gegn fordómum það hef ég reynt að gera og þá verður maður að segja frá sífilis og afa skilur út af því að það eins og sé eitthvað öðruvís að fá hvef í klofið heldur en í hálsinn og þið veitu allar þessar heldur kynferðisbælingar og þannig að það verður líka að vera broddur annars sofna maður en Ert þú með eitthvað smá brodd svona fyrir okkur kannski? Nei, bara eitthvað væmið en að því þú sagði kotti og ský og allt þetta það myndi að ég með eitt ljóð sem heitir Kottin minn og það var verið að koma út á þýsku ég fekk að vita í gær einhverju tímariti mjög skrítið að lesa á þýsku Kottin minn Kottin minn Lífið blaður á barmi svarthols á ég hvergi hefði mína halla Jú, á kottan. Víst tilheyri ég hold heimi. Fyrsta og síðasta boðorðið að biðja hamingjuna aldrei neitt. Hún sér sig sjálf. Það var svona predikun. Já, svona ráð. Ég held einhvern veginn að það væri svolítið gaman fyrir okkur og hlustendur og áhorfendur kannski að lesa bækurnar ykkar saman svona. Einhvern veginn vera með þær bara kannski til dæmis á jólafríinu. En mér finnst allavega ótrúlega gaman að heyra ljóðin svona lesin, maður heyrir einhverja svona ýmsa þræði. Já, ef ekki að mælast til þess að bóksalar bjóði tilboð dagsins 3 bækur í pakka og verði einnar.
konfektmálar með eða hvítín. Það er mjög góð hugmynd. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma í Amstir dagsins og lesa fyrir okkur og ræða ljóðlistina og dansinn og allt. Anton Helgi Jónsson, Halla Þórðardóttir og Þórunn Valdimarsdóttir með stórkostlegar ljóðabækur og við verðum líka að minna aftur á tímaritið Són og benda öllum á þótt að vísu sé uppselt en það er kannski það er komið úr prentun. Það er komið af önnur prentun. Þannig að já, ljóðið er bara ljóðið lifir sko, já. Og við höldum áfram yrkja. Takk fyrir komuna og þakka hlustundum áhörundum fyrir að vera með okkur í þessu ljóðadjammi og höldum áfram núna út vikuna allavega og vonandi líka bara inn í nýja árið og út árið að kalla til ljóðskáld og rithöfunda og fræðifólk og búa til samræði á milli. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.